og kærar þakkir fyrir þetta tækifæri til þess að fá að koma hingað. Ég er svo sannarlega sammála því að það vantar fræðslu jarðveg inn í skólakerfið og yfirleitt bara á öllum skólastigum og í raun og veru innan alls þjóðfélagsins. Jarðvegur er svona þessi hluti vistkerfanna okkar sem að við eigum svo óskaplega mikið undir en leiðum kannski aldrei hugan að. Og þá á ég nú trúlega við einhver aðra heldur en ykkur því að ég geri ráð fyrir því að þið séu svona talsvert meira áhuga fólk gæði jarðvegs og ræktun heldur en almenningur er. Þannig að ég hugsa að þið séu nú svona kannski frekar svona undantekningin frá reglunni. En það er bara þannig að þekking á jarðvegi og þetta gildir svo sem allan heim er mjög lítil. Þrátt fyrir það hvað þetta er mikilvægur þáttur í allir okkar í fæðukeðju og í raun og veru öllu okkar lífi. Ef að við höfum ekki frjósama jarðveg að þá höfum við heldur ekki þá fæðu sem að við reiðum okkur á, hvort sem að það eru þá úr dýraríkinu eða gróðuríkinu. Og ef við hefðum ekki þennan jarðvega þá hefðum við til dæmis ekki neina þeim orkulindum sem að við erum að reiða okkur á, því að öll svo orka sem við erum að nýta af kjarnorkufrátalinni er ju komin frá sólinni og í gegnum ármilljónirnar og milljarðana eða hvað þetta nú langur tími að þá hefur þetta kerfi á yfirborði jarðar, gróður og jarðvegur umbreytt þessari orku í það sem við erum að nýta okkur í dag. Og þetta er sem sagt jarðvegurinn og gróðurinn, þetta er það sem það er þarna það sem þetta gerist allt saman. Og þá er kannski líka gaman að velta því fyrir sig svona í upphafi að það er staðreynd að gróður fær ekki þrifist án næringaríks jarðvegs. Og við vitum líka að næringaríkur jarðvegur hann verður ekki til án gróðurs. Þetta er sama kerfið. Og þá fær maður oft spurninguna hvort er mikilvægara, gróðurinn eða jarðvegurinn. Og ég ætla nú að láta þetta liggja milli hluta. En við skulum aðeins velta fyrir okkur hvað jarðvegur er. Og þá langar mig til að byrja að segja ykkur það að jarðvegur er svona yfirleitt skilgreindur þannig að þetta séu laus yfirborðsefni á jörðinni sem gróður fær þrifist í. Þannig jarðvegur getur verið, samkvæmt þessari skilgreiningu, af ýmsum toga. Hann getur verið í raun og veru sandur, við höfum tegundir sem geta vaxið í sandi og þetta getur verið alls konar, jafnvel bergmylsna og allt því líkt. En jarðvegur og jarðvegur er náttúrulega ekki það sama og ég reyna að gera greinamun á jarðvegi og svo því sem ég vil kalla mold sem er þá þetta efsta lag jarðvegsins, þetta næringaríka lag sem við í rauninni erum að nýta og eigum allt okkur undir, þannig að það er moldin sjálf. Og það getur vel verið að ég rugla þessu síðan öllu saman núna þegar ég fer að tala um þetta eftir en þetta er svona skiptingin. En jarðvegur er náttúrulega bara bergmylsna af sandur og leir og síðan er hann flókið samansafn mjög flókinna lífrænna efnasambanda og síðan er hann lífverur, örsmáar eða stærri og svo er hann óskaplega mikið á holrými. Þetta er jarðvegurinn okkar og þegar allt þetta til staðar í svona hæfilegum og réttu hlutföllum að þá höfum við frjósaman og næringaríkan jarðveg. Og þessi jarðvegur er vitaskuld, eins og þið sjálfsagt vitið, geysilega flókin hluti vistkerfisins og þessi þáttur vistkerfisins sem við erum alltaf að við raun og veru lítum alltaf framhjá eða horfum til með einhvers konar fyrirlitningu og við köllum ofta að tala drullu og leðju og annað slíkt sem eru svona neikvæð orð jarðveg og erlendu tungum eins og ensku þá er oft talað jarðveg sem dört eða skít og þannig að við lítum oft svona niður á þennan þátt algjörlega að ófyrir synjun. Nú í jarðveginu náttúrulega gerist þetta sem að þið þekkið, það verður niðurbrot og rotnun og það verður líka uppbygging og nýmyndun efnasambanda, nýmyndun lífrænna efna, oft efni sem eru kölluð húmusefni, þetta eru alls konar sýrur líka og mjög flókin efnasambönd.
og það eru raun og veru þessi efni sem að eru kannski svona lykillinn og grundvöllurinn að frjósemi jarðvegsins á hverjum tíma, því að þessi efnasambönd eru færum að sem sagt, bæði binda og miðla efnum og vatni. Þetta er stór hluti af byggingu jarðvegsins, af ýmiss konar prótínum og öðru slíku. Nú, og þá gerist það meðal annars að jarðvegurinn hefur þessa eiginleika sem að skipta okkur verulega miklu máli mjög gjarna, að hann getur sem sagt, tekið á móti eins og miklu vatni, geymta og miðla því síðan frá sér hægt og rólega. Það er eiginleiki votlendis vistkerfin okkar sem við þekkjum mjög vel, og eitt af þeim vandamálum sem að menn eiga við að etja mjög víða á þéttbýli svæðum er að það er búið að eyðileggja þennan eiginleika jarðvegsins á votlendissvæðunum, þess að búið þurrkað upp og jarðvegurinn eða hyljan. Jarðvegurinn er sem sagt hættur að geta tekið við þessu vatni og miðla því aftur, og þá fá menn geysilega mikið flóð. Nú horfa menn á mörgum svæðum jarðar upp á það að sjávarborð mun hækka, og menn vita svo mikið alls staðar hvernig þeir ætla að bregðast við því. En ein leiðin sem að menn sjá er til dæmis að nota einmitt þennan eiginleika jarðvegsvíða til þess að draga úr flóðahættu, og það eru til dæmis núna uppi hugmyndir í New York borg að reyna að forða Manhattan-eyju frá, sem er náttúrulega með dýrasta lóðaverð heims og húsnæði, að forða henni frá sem sagt því að fara meira á kaf þegar þessi fellibylur ganga yfir, sem að gera jú alltaf reglulega, með því að búa til í raun og veru svona jarðvegskraga umhverfis svæðið sem að tekur þá við flóðavatninu og getur þá miðlað í aftur hægt og rólega út. Þannig að menn þekkja þennan eiginleika og þetta er orðin svona hluti af raunhæfum lausnum til þess að eiga við ýmsar náttúruvár sem að okkur stafa. Nú, hvaða þýðingu hefur þetta fyrir okkur? Og við tölum oft þjónustur vistkerfa, og þetta er kannski hljómar asnalega, en þjónustu vistkerfa er í raun og veru alltaf gagn sem við getum haft, sem við höfum af umhverfinu, af vistkerfinu, og augljós þjónusta vistkerfis er til dæmis að úr því fáum við hreint vatn, það er þjónusta vistkerfis. Þjónusta vistkerfis sem við reiðum okkur líka á er að við fáum mikið af því klæði sem við nýtum, bómullin okkar, hún kemur náttúrulega úr ræktu, hún kemur úr vistkerfinu, þetta er þjónusta sem við erum að nýta okkur. En þetta getur verið margt fleira, og þetta geta verið þættir sem að við kannski hugleiðum ekki alla jafna, eins og til dæmis bara það að fara út í náttúruna og upplifa náttúruna. Þetta er í raun og veru hluti af þjónustu vistkerfinu. Þetta er hlutur sem við erum að nýta okkur dagsdaglega eða margir nýta þessi dagsdaglega og finnst þurfa á að halda. Eins og ég sagði að þá kemur stærsti hluti fæðunnar af ræktunarlandi, og þess vegna eigum við jú allt undir því að viðhalda frjósemi jarðvegsins. Neysluvatnið okkar, það síast og hreinsast með því að renna í gegnum jarðlög, og allur byggingarviður og eldiviður og annað slíkt, og reyndar allt jarðefnaeldsneyti, eins og ég sagði áðan, að þetta kemur allt með einhverjum hætti í gegnum jörðina. Og svo eru þessi mikilvægi þáttur sem eru flóðavarnirnar, sem að við fáum í raun og veru úr þessum jarðvegi. Og ég get bætti við til viðbótar við þetta dæmi New York, að það yrði gríðarlega mikið flóð í New Orleans fyrir nokkrum árum þegar ég bjó í Bandaríkjunum, eins og þið minnum nú kannski, það gekk fellibylur yfir. Og það var einmitt vegna þess að menn eru búin að ræsa upp allt votlendið í kringum borgina, sem að allt þetta vatn í raun og veru gat gengið svona langt inn og valdi svona miklu tjóni og raunbar vitni. En ef jarðvegurinn er svona mikilvægur og skiptir okkur svona miklu máli, og við reiðum okkur svona óskaplega mikið á jarðveginn, hver er þá eiginlega staðan varðandi þessa jarðvegsauðlind? Og þar eru blikur á lofti, því að það er talið núna að 24% af frjósamasta landi jarðar sé núna farið að sýna merki hnignunar, og þá erum við að tala sem sagt ræktarland jarðarinnar. Og
það sýnir sig og lýsir sér þá við því að það minnkandi framboð næringarefna sem að veldur þá minnkandi uppskeru og það þannig sem við sjáum að frjósemi jarðvegsins að minnka, að uppskeran fer minnkandi og þetta orðið viðvarandi vandamál á mjög mörgum stöðum. Og þar með náttúrulega skerðist möguleiki og geta jarðvegsins til þess að miðla næringarefnum og vatni. Og þetta hlutur sem ekkert auðvelt að snúa við. Og þetta á sem sagt við þéttbýlustu og fátækustu svæði jarðar, þar sem menn eiga ennþá erfiðara með að bregðast við svona hlutum. Og Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna segir að vandamálið sé svo alvarlegt að jarðvegur þessara núverandi akuryrkjasvæða heimsins, sem eru sem sagt þessi frjósemistu svæði sem við eigum völ á, dugi einungis í 60 ár til viðbótar áður en við förum að sjá veruleg merki uppskerurýtunar og hnignunar miðað við þær aðferðir sem eru notaðar við ræktun í dag. Og þetta í raun og veru ekkert mikið betra ástand ef við lítum til landana svona nær okkur, þessara vestrænu samfélaga, þar sem nóg af peningum og þekkingu, því að breskir vísindamenn hafa gefið það út að þeir telji að eftir einungis eina öld muni akrar eða þetta ræktarland í Bretlandi sem að menn eru að nýta vera farin að sýna veruleg merki hnignunar, einfaldlega vegna þess að við erum að ganga svo hratt á næringarefnaauðlinduna í jarðveginum. Nú, það þarf ekki að koma óvart að ræktarland hefur minnkað verulega undanfarna áratugi, sérstaklega þegar við lítum til þess að okkur fjölgar óskaplega. Árið 1961 þá var talið að það væri til reiði 4.000 fermetrar af ræktarland og hvert mannsbarn. Í dag þetta einungis 2.000 fermetrar og það áætlað að árið 2015 verði einungis eftir 1.500 fermetrar af ræktarlandi sem verða þá tiltækir á hvert mannsbarn í heiminum. Og þá erum við semst að tala þetta frjósama góða ræktarland. Við erum ekki að tala bara hvaða þurrlendi sem við erum að tala land sem að skilar af sér einhverju uppskeru. Nú, það hefur líka verið áætlað að við erum að glata það bil 3,4 tonnum af jarðvegi og nú ger ég það sem ég vissi ég myndi gera. Ég semst að tala mold, við erum að tala mold í þessu samhengi. Við erum að tapa 3,4 tonnum af mold árlega á hvert mannsbarn í heiminum. Þetta 24 milljarðar tonna af mold. Og til að setja þetta í smá samhengi að þá áætlað að á Íslandi tapist 1,6 milljónir tonna af mold á ári. En við erum ekki nema 320.000, svo að þetta um það bil 5 tonn á hvern Íslending. Þannig að við eigum heimsmyndi í þessu eins og óskaplega mörgu öðru. Og í rauninni þetta mikla hærri tala vegna þess að þessar áætlanir byggja einungis á rannsóknum á rofjaðrum eða rofabörðum og það miklu meira rof sem á sér stað heldur en bara við rofabörð og rofjaðra. Þannig að rofið á Íslandi, jarðvegsrofið og sem sagt þetta, moldartap miklu meira heldur en að við kannski gerum okkur grein fyrir. En þetta það sem glepur okkur og það að það aðeins efsta lag jarðvegsins sem þetta frjósama lag sem við erum að nýta og reiðum okkur á. Og við sjáum kannski ekki endilega þegar við sem sagt erum að missa það. Það blasir ekkert við ef við horfum á jarðveginn og hverjum einu staða að við séum semst að glata þessu efsta yfirborðslagi sem að skiptir öllu máli. Við sjáum þetta bara því að uppskeran fer að minnka. Og það kannski ástæðan fyrir því að við höfum átt í gegnum söguna mjög erfitt með að viðhalda ræktarlandi. Norður-Afríka, eins og við þekkjum í dag, er mjög eyðileg og þar náttúrulega tekur fljótlega við Sahara-eyðimörkinu þegar maður fer suður eftir og þetta eru stór og örfoka sandsvæði. Þetta var besta ræktarland Rómverja á sínum tíma. Þarna reiddu þeir í raun og veru, þeir reiddu sig á uppskeruna af þessum svæðum. Þetta voru mjög frjósum svæði í Norður-Afríku sem að þeir nýttu. En gengu svo nærri og kynslóðurnar eftir þeim að landið núna örfoka. Sama gildir svæði þar sem að Íran og Írak í dag, að
þar var eitt frjósamasta svæði jarðar á sínu tíma og þar spruttu upp mikil menningarsamfélög og nýttu þetta frjósama ræktarland og þau gjörðu nýttu þetta ræktarland og þetta svæði sem sagt eyðimörk í dag eins og þið sjálfsagt þekkið. Nú, menn geta sér þess til að Mæjar hafi horfið í Suður-Ameríku vegna rýrnandi uppskeru og við þurfum ekki einu svona að líta svona langt eftir í tíma til þess að finna svona dæmi vegna þess að einungis á 4. áratugnum í Bandaríkjunum, eins og þið þekkið örugglega mjög vel, að þá var alveg geysileg jarðvegseyðing í miðríkjunum, einfaldlega vegna þess að menn ofnýttu landið og fóru bara í raun og veru langt fram í sér. Þannig að okkur gengur líka óskaplega illa að læra af reynslu forfeðranna. Okkur gengur óskaplega illa að læra líka að skilja eðli þessarar auðlindar jarðvegsins. Nú, við skulum aðeins velta fyrir okkur myndun jarðvegs og þá erum við að tala um myndun í raun og veru moldar í þessum gæðum og magni, þannig að við getum verið að tala um sjálfbær frjósum vistkerfi sem það sem við þurfum á að halda. Þetta ferli sem tekur áratugi eða árhundruð og á norðlægum slóðum eins og þá alveg óhætt að tala um árþúsund. Þetta gengur í raun og veru mjög hægt fyrir sig að byggja upp þykkan jarðveg, þykka mold, frjósama mold. Og þess vegna í raun og veru ástæða til þess að hugsa jarðveginn sem óendurnýtanlega auðlind, að því við erum í raunin alltaf að við þurfum að miða við mannsævina þegar að við erum að svona skilgreina hvað sé endurnýtanlegt og hvað ekki endurnýtanlegt. Þannig að við eigum í raun og veru að umgangast hana sem óendurnýtanlega, en jafnframt þurfum við að gera okkur líka grein fyrir því að hún jú endurnýtanleg, en það gerist á alveg gríðarlega löngu tíma, þannig að við erum að tala eitthvað, þetta í raun og veru verkefni kynslóðana sem við þurfum að takast á við. Hver kynslóð þarf að skilja sína ábyrgð í því að viðhalda og eiginlega bæta við í þennan jarðvegsforða eða moldarforða sem við erum að byggja á. Þið vitið það við vitið það kannski ekki, en það ekki óalgengt að við finnum svona metra þykk moldarjarðlög í svona íslenskum jarðvegssniðum fyrir neðan þetta landnósaskólag sem fellur einhvern tímann rétt 900. Þannig að við þekkjum, ef við skoðum svona jarðvegssnið, þá þekkjum við raun og veru hvaða mold verður til fyrir landnám og hvaða mold verður til eftir landnám. Og ég hvet ykkur enda til þess að skoða þetta og ég hefði nú komið með mynd af þessu ef ég hefði vitað að það væri myndvarpi, ég hefði nú svo sem getið sagt mér það sjálfur, en það mjög lærdómsríkt að skoða svona jarðvegssnið og átta sig á því hvaða hluti þess frá því fyrir landnám og hvaða hluti frá því eftir landnám. En af því að við vitum hvenær landnám hefst í jarðvegssniðinu og af því við vitum líka hvenær moldarmyndunin hefst, það eftir ísöld, þá getum við hæglega reiknað út hvað myndunarhraði jarðvegs eða moldar hér á Íslandi hraður. Og ef við veltum fyrir okkur sem sagt bara þessu 9000 árum sem líða frá lokum ísaldar og þangað til að maðurinn kemur. Og þá engin landnýting og það engin stór beitardýr og í raun og veru einu beitardýrin sem eru skordýr og fuglar. Og landið þannig séð í raun og veru til þess að gera óraskað. Það eldvirkni og annað og það ýmiss konar rask og það kuldaskeið og hlýskeið, bara hlutirnir ganga í raun og veru nákvæmlega eins fyrir sig og þeir hafa gert frá því að maðurinn kom. Og þá sjáum við að jarðvegsþykkunin að meðaltali, sem sagt moldarmyndunin, einhvers staðar í kringum 0,1 mm á ári. Það það sem myndast af mold og bestu aðstæður greinilega hér og hefur gert í gegnum söguna. Og þetta þýðir það að á einni mannsævi að þá myndast ekki einu sinni 1 cm af jarðvegi á einu ári. Og
þetta það sem við okkur blasir og það þess vegna sem ég segi að jarðvegurinn sé kannski ekki endurnýjanleg auðlind á þessari mannsævi sem við þurfum að miða við, en hún vissulega endurnýtanleg og þetta málefni kynslóðanna, þetta það sem að menn þurfa í raun og veru að takast á að vinna að. En það þarf ekki að fara mörgum orðum það hvernig við höfum farið að ráða okkar bæði á heimsvísu og á Íslandi í sambandi við bæði jarðveg og þá náttúrulega moldina. Nú, á Íslandi þá einkennist helmingurinn af yfirborði landsins af alvarlegu rofi og fjórðungur þessi reiknast til þess að vera óbeitarhæfur vegna jarðvegsrofs. En öfugt það hversu langa tíma það tekur frjósama jarðvegi að myndast og þá tekur enga stund að glata öllum þessum jarðvegi og það hefur Íslandssagan sýnt okkur margoft og Mannkynsaga líka eins og ég rækti nú aðeins áðan. En þetta ferli, þetta rofferli geysilega langt samt sem áður því að þetta eru 2 stig. Þetta annars vegar það sem að verður að kallast hnignunastig, þar sem að dregur úr þrótti gróðurs vegna einhvers og næringarefni innihald jarðvegsins minnkar, þannig að vistkerfið rýrnar og hnignar og þetta getur tekið áratugi eða jafnvel lengur. En síðan kemur að því að einhverju þröskuldi náð og kerfið í raun og veru hrynur, vistkerfið hrynur og við fáum þetta hraða rof og það þekkja það allir þegar það á sér stað. En sem sagt áður en að það fer í gang að þá hafa óskaplega margir aðrir hlutir átt sér stað sem að við kannski eigum ekki meðvöld með að áttu gráð eins og ég segi. En af hverju gerist þetta? Sko, landhnignun og jarðvegsrof eru afleiðingar mjög margra þátta. Þetta samspil loftslagsins og þetta samspil einstaklega viðkvæms jarðvegs og þetta náttúrulega líka samspil landnýtingarinn eins og við þekkjum hana í dag. Og í rauninni löngu komið tíma það að við horfum svolítið augu við okkar ábyrgð í sambandi við alla þessa hluti og förum að reyna að miða landnýtingun okkar á hvers eðli sem hún við það að við séum ekki að taka endalaust út úr þessum jarðvegsbanka eða moldarbanka sem að við eigum svona mikið undir. Heldur að markmiðið sé einmitt að bæta við inn í þennan forða. Það gengur illa að koma því til skila og kannski það vegna þess að jarðvegur og mold hlutur sem eins og við höfum rætt á og aðrir undan mér hlutir sem að við í raun og veru höfum enga fræðslu, enga þekking En hvernig gerum við þetta? Nú, það finnst öllum eðlilegast að það séu einhverja stofnanir hér á Íslandi sem að sjá þetta landgræðslan eða skógræktin og gott og vel það hlutverk þessara stofnana. Og ef við gefum okkur nú að afköst í landgræðslu og skógrækt eru margfölduð, margfald það sem að við höfum í dag, þá væri það samt sem áður bara fyrsti áfanginn í þessari endurheimt frjósams sjálfbærs lands. Vegna þess að það sem við gerum þegar við erum að rækta upp land og endurheimta land að við erum að koma þarna upp einhvers konar gróðurhulu. Og hingað til hefur kannski verið litið þannig á hlutina þegar að við höfum komið upp þessari gróðurhulu að þá sé markmiðinu náð. En það nefnilega alls ekki þannig. Þetta einungis fyrsta skrefið í mjög löngu ferli og að því að við í raun og veru þurfum að hugsa þessa landgræðslu sem ekki ræktun og gróðri heldur í raun og veru ræktun og mold, myndun og mold. Og það þetta langtíma verkefni. Það það sem við þurfum að hugsa til. Og þá erum við ekki að tala sem sagt myndun á lífrænu efni eða mold onni þessu móðurefni sem við kallum svo, sem þá þessi sandur eða jörð sem verið að rækta á. Þið þekki það að þegar maður fer að rækta á sandi þá sem að mynda svona brúnt lag efst í sandinum. Og það hefur náttúrulega ekki orðið nein þykknun ennþá á jarðveginum. Þetta gerist bara onni móðurefninu sem var. Við erum að tala sem sagt að það þarf að byggja upp mold
ofan á þessu kerfi. Það þarf að safnast fyrir til þess að við fáum frjósamt og öflugt vistkerfi. Þannig að það eru mjög margar hliðar á þessu og margir þættir sem þarf að gefa gaum að. Nú, ég byrjaði þetta tal mitt á því að segja það að gróður fær ekki þrifist án næringaríks jarðvegs og næringaríkur jarðvegur verður ekki til án gróðurs og varpaði fram þeirri spurningu hvort væri mikilvægara. Og það er náttúrulega ekki hægt að segja að annað sem mikilvægara heldur en hitt því að hvorugt verður til án hins og bæði gróður og jarðvegurinn reiða sig á hinn þáttinn. En það er heldur ekki hægt að horfa fram hjá því að jarðvegurinn er sá hluti þessa kerfi sem að myndast miklu hægar og út frá þeirri forsendu að þá þarf maður eiginlega að svara þessari spurningu þannig að það sé jú jarðvegurinn sem að skipti mestu máli í þessu samhengi. Svo langar mér bara til að þakka aftur kærlega fyrir þetta tækifæri til að fá að koma og ef einhverja spurningar eru á eftir, ég veit svo mikið hvernig þetta er lagt upp, þá er ég alveg til í að reyna að svara þeim. Já, og það er okkur glemt að segja það, að ef fólk mætti spyrja því bara núna. Alveg sjálfsagt. En hvað kom þessu auknu beit núna á hálendinu sem er búið að hengja? Já. Já, það var verið að spyrja auknu beit á hálendinu, hvað með hana? Ertu að vísa til þessa málsatna í kringu Þórsmörk og almenningum eða? Já. Sko, beit, bara almennt svona, ég sagði þessu fyrst bara alveg almennt að beit hefur ekkert aukist óskaplega mikið upp á síðkast og hún hefur minnkað aftur á móti. Það er svo sem merki þess að hún geti farið að aukast aftur því að menn vilja fara að auka framleiðslu í sauðfjárrækt núna. Það er einhverju markaðir að opnast og menn sjá tækifæri til þess að selja meira. En samt sem áður hefur sko beitin þannig séð ekkert verið mikið aukast og nú er breyst hins vegar óskaplega mikið. Og menn eru svona svæði sem að þótti alveg sjálfsagt að reka upp á áður að þau eru ekki kannski nýttandilega lengur. Fyrst og fremst kannski vegna þess að það er svo erfitt og dýrt að smala þessi svæði. Svo menn voru kannski að fara með fé sem að fór einhvers staðar langt til að sprengja sand og ég veit ekki svo mikið hvert og það er svo mikið grín að fara yfir allt þetta svæði til þess að smala, þannig að menn hafa margir hverjir farið út í það að sleppa félum svolítið öðruvísi og hreinlega bara að reyna að rækta upp skepnur sem fara ekki eins langt. Það hefur gengið mjög vel. Menn hafa lóað skjátunum sem áttu það til að ráfa eitthvað langt inn á Öræfi og það eru mörg dæmi það. En það eru jú dæmi eins og þú ert að vísa til að menn eru farnir og vilja beita svæði sem eru mjög illa til þess fallin eins og almenningar og almenningar eru náttúrulega svæði sem er verið að bæði rækta upp með landgræðslu og skógræktun hefur verið þarna svona líka óbeint vegna þess að það eru að koma þarna upp mjög mikill skógur sem er að sá sér þarna inn núna frá Þórsmörk og það eru 20 ár síðan að almenningar voru friðaðir með samningi en það hafa verið svona dálítil átök um þetta, og menn telja að þreyið á hættu að tapa þessum rétti, beita rétti sem að afrétta, afrétta nýttin byggir á. Menn eru í prinsipinu segjast vera bara hræddir það að þarna geti verið komið upp eitthvað fordæmi fyrir því að það sé hægt að meina mönnum að nýta afrétti og með sama hættu og verið hefur. Ég ætlum ekki að leggja neitt dóma það. En út af þessum þrætum að þá hafa menn sem sagt farið og fengið því framgengt að þeir hafa fengið og geta sleppt fé aftur inn á almenninga. Og það hefur ýmsu svo sem verið slegið fram í öllum þeim málum. Meðal annars hefur verið vísað til þess að það hefur verið gerður samningur að Landgræðslan ætti að græða þarna upp almenninga og það hafi ekki verið staðið við það.
það má náttúrulega túlka það og teygja á ýmsa vegu. Þarna vísað til þess að það hefur ekki verið farið og sáð og bara nú ábyrgðir á allt þetta svæði sem gríðarlega stórt. Það náttúrulega ekki hægt. Vegna þess að landgræðslan og uppgræðsla lands, hún fer í raun og veru bara þannig fram að við friðum landið. Og það náttúrulega tómmál að tala það að það sé hægt að fara öllu örafi eða öllu örfókasvæði sem við höfum. Og það kannski enginn sem hefur heldur neina sérstakan áhuga á því. En það sem við og stórtækasta tæki sem við höfum til þess að endurheimta svona svæði í raun og veru bara að friða þau. Það eru önnur svæði vitaskuld það sem að verður að grípa inn í og við erum náttúrulega með alls konar aðgerðir þar sem mjög hröð jarðvegseyðing. Þar gildir annað. En þarna erum við sem sagt að tala svæði sem að var unnið á að einhverju leyti eins og að talið nauðsynlegt eða bráðnauðsynlegt og síðan hefur þetta land verið friðað og það núna eftir 20 ár það farið að sína merki mjög mikla framför og það sem sagt farið að koma þarna með birki og annað slíkt. Og þetta bara svæði sem á þessum fyrstu stigum gróðurframvindu og einmitt svæði þar sem að moldarmyndunin, þessi þáttur sem að þáttur vistkerfisins sem að öll frjósemi byggir á og bændur í raun og veru þurfa að reiða sig á upp á það að hafa gott beitiland fyrir sitt fé. Þarna er þessi moldarmyndun bara rétt að hefjast. En þetta er svona, menn líta mismunandi augum á þessa hluti. Er þetta ekki fyrir sunnan Emstrur, almenningarnir? Jú, almenningar liggja sem sagt á milli Emstra og Þórsmarkur. Þannig að þið gangið frá Emstrum og niður í Þórsmarka þá gangið þið í gegnum almenninga. En veistu hvort að einhver fræ komist lifandi í gegnum svona rollu? Alveg örugglega. En ég þori svo sem ekki að segja neitt hvað það geti verið. En ég efast til dæmis að birkifræ, ekki það að fé sé mikið að éta það svona alla jafna en til dæmis birkifræ myndi nú samt örugglega ekki lifað af. En jú, það er alveg örugglega einhver fræ. En ég bara þekki þetta ekki. Þetta er ágætis spurning. Ég held hérna ásakið að það fari frekar lítum hesta eða annan merkingar. Já. Við frekar rollum myndi bera það á jökulinn. Já, það getur verið. En við höfum, þið hafið aðeins talað það sem sagt man ekki hvað neitir sá raundan, fræðslu og svona þekkingu almennings. Nú er Ólafur Arnalds að gefa út fræðslurit sem heitir að lesa og lækna landið. Einmitt. En einmitt, það er ekkert mikið til kannski jarðveg, en Íslendingar hafa verið ansi duglegir við að rækta skóg og mjög margir, bara almenningur hefur verið duglegur við að planta trjám og svona. En hvað heldur þú að myndi vera heppilegasta leiðin varðandi bara Íslendinga? Hvaða fræðsla væri heppileg og á hvaða vettvangi? Já, það er svo mikið gott að segja og við, eins og ég játaði þarna áðan, við höfum náttúrulega alls ekki staðið okkur nógu vel í því að miðla þessari þekkingu og miðla þessari fræðslu og þar er ég jafn sigur og hver annar. Ertu að vinna við? Ég er sem sagt vinn bara hjá Landgræðslunni, ég er vistfræðingur hjá Landgræðslunni og kem að ýmiss konar, kannski mitt aðstarf er að meta árangur landgræðsluaðgerða. Þannig ég er einmitt mikið að horfa til nákvæmlega þessara þátta sem ég var að tala um. En já, það er náttúrulega kannski allar þessar stofnanir, opinberu stofnanir sem kannski hafa sinnt þessu hvað mest að þær hafa ekki lagt nógu mikla áherslu á svona almenna fræðslu. En þetta vantar í raun og veru líka bara algjörlega inn í allt skólakerfið og þetta þarf að koma, þetta þarf að koma inn í kennaramenntun og þetta þarf að koma inn á svo mörgum stigum. Og nú veit ég það að þið hugsið allt öðruvísi mold og jarðveg heldur en fólk gerir svona almennt. Og þið þekkið alveg örugglega munin á frjósamri mold bara á lyktinni og svo einhverju sem það er bara eitthvað svona leir. En þetta gerir fólk ekkert. Fólk gerir ekkert endilega greinarmun á þessu. Og þetta
já, hvernig og hvenær. Þetta þarf bara að gerast allstaðar og alltaf. Já, nú er íslenskur jarðvegur líka mjög sérstakur miðað við eins og annars staðar í Evrópu, þannig að Já. ef að fólk hefur lært erlendis varðandi búvísindi og ræktun, Já, þá kemur það ekki heldur inn, sko. Já, ég var einmitt einu svona ferðalagi erlendis og með í för voru íslenski bændur og ég heyra þeir eru að tala hvað jarðvegurinn sé óskaplega skrítinn þarna. Og það er nefnilega þannig að það er okkar jarðvegur sem er svo skrítinn. Allar annar jarðvegur er nefnilega mjög svona gæsalegt eðlilegur. Því að íslenski jarðvegurinn er mjög sérstakur og hann er sérstakur vegna þess að myndunarefnið sem er svona uppstaðan í honum eru þessi miklu gosefni sem að falla til hérna. Og fyrir vikið að þá verður leirinn í honum mjög undarlegur og hann hefur til dæmis mjög litla samloðun, þessi leir. Þetta er ekki svona þessi venjulegi leir sem klessist alls staðar sem þið þekkið kannski erlendis frá. Þvert á móti að hann hefur mjög litla samloðun og það er þess vegna sem íslenski jarðvegurinn er svona rofgjarn. En aftur á móti er hann líka óskaplega frjósamur og þessi jarðvegstegund sem að við höfum, eldfelli jarðvegurinn, er með allra frjósamusta jarðvegi sem hægt er að finna á jörðinni. Og við finnum hann, mikið af hann hér. Hann er mjög algengur í þessum gossvæðum í Kyrrahafinu og við þekkjum hann á stöðum í Afríku þar sem er eldvirkni og við þekkjum hann í Suður-Afríku. Og það er til dæmis þannig að mikið af því allra besta kaffi sem við fáum er ræktað á nákvæmlega eins jarðvegi og við sem sagt búum við. En það er náttúrulega loftslagið öðruvísi. Og annað dæmi sem er gaman að benda á að við erum jú eyja, eldfjallaeyja, en það eru líka Hawaii-eyjarnar. Þar er jarðvegurinn alveg hliðstæður. Ef Ísland væri sem sagt á einhverjum svipuðum breiddargráðum og Hawaii, þá væri gróðurfari og með mjög svipuðum hætti og við sjáum þar. Það er því gefni að við hefum ekki haft sauðfé sem át allt saman upp í millitíðinni, en við erum sem sagt, við búum við, mjög sérstaka jarðveg, en við búum við óskaplega frjósama jarðveg. Og þetta er þetta er náttúrulega það sem að menn vissi ekki þegar þeir komu. Þeir sáu að það var hægt að rækta þennan jarðveg og gaf þessi góða uppskeru, en þeir ræktu það náttúrulega eins og menn höfðu bara gert í þeim heimahögum sem þeir voru að koma úr. Og það bara vildi þannig til að þessar ræktunaraðferðir sem þeir beittu og landnýtingaraðferðir að þær bara voru ekki réttar. Og það tók okkur ansi langan tíma að átta okkur á því. En það er engin afsökun fyrir stöðun í dag og svona hvernig við umgangumst þessa þætti í dag. En nú er talað að vanti oft svona nýtur í þennan íslenska jarðveg. Já. Og þá er það lúpínu sem kannski kemur sterkt inn og hún er svona jarðvegs myndandi líka svolítið. En hún er rosalega umfylg náttúrulega. Já, það er verið að tala nýtur og sem sagt lúpínu og leiðir til að fá þá köfnunarefnið inn í jarðveginn og þessi skortur á köfnunarefni. Annars sérstakur eiginleiki íslenska jarðvegsins er að hann inniheldur mjög mikið fósfor, svo ég hafði spyrjað nú á því. En fósforin er mjög fastbundin og það er einmitt líka út af þessari leirgerð. Þannig að það er mjög lítið þessi fósfor sem að stendur plöntum í rauninu verið til boða. En það er einmitt ekkert óskaplega mikið af köfnunarefni endilega í íslenska jarðveginum og við höfum gert tilraunir með það að bæta köfnunarefni út í og reynt að mæla útskólun. Við höfum semst verið að reyna að átta okkur á því hvenær við erum búin að metta þennan íslenska jarðveg eða íslensku svona vistkerfi af köfnunarefni, þannig að við förum að tapa því aftur út úr jarðveginum bara með vatni. Og það í raun og veru, köfnunarefnið í raun og veru allt tekið upp. Það binst strax allt og tekið upp á gróðri, þannig að við þekkjum í raun og veru ekki alveg hvað þessi mörk liggja.
og það í raun og veru svarið að það er jú greinilega, þetta er svona mjög köfnunarefnis svelt vistkerfi og það gildir reyndar öll vistkerfi á svona þessum barrskógabeltum og þessum nálægari slóðum. Þau eru mjög köfnunarefnisvelt og alla jafna að því að ef við tölum bara Ísland svona og þá íslensku flóruna, það er náttúrulega mjög lítið af köfnunarefnisbindandi tegundum sem eru hluti af íslensku flórunni. En þær binda jú vissulega köfnunarefni, síðan höfum við gerla og sveppi sem gera það og síðan kemur eitthvað af köfnunarefni inn bara alltaf með lofti. Sem sagt það berst bara fellur til jarðar með ryki og regni og öðru slíku. Og þessi ákoma almennt séð mjög lítil. En hins vegar náttúrulega hægt að breyta þessu með því að taka það upp og fara þá að rækta jú aðrar öflugari plöntur eins og lúpínuna og það út af fyrir sig. Ég sé ekkert athugavert við það að taka hann upp í svona ræktunarkerfum. Við erum svolítið á tánum eins og allir sjálfsagt vita með að setja hana hvar sem er. En það eru menn hér á Íslandi sem hafa nota lúpínu sem bara hluta skiptirækt. Eins og Eymundur í Vallanesi gerir það að hann ræktar lúpínu og svo plægir hann þetta bara upp og síðan ræktar hann bygg. Og þetta er náttúrulega bara sjálfsagt mál að gera. En í sambandi við svona að hjálpa fólki að vera meðvitaðar mikilvægi jarðvegsins eða svona gera almenning meðvitaðar það. Já. Og myndi það vera eins og mjög núna þá þessi dagur jarðarinnar, ég fór inn á netið einhverja útlættasíðu og það var að tala að hver og einn setji niður eina plöntu og þetta hægt að á degi jarðarinnar, hver og einn landsbúið eða Íslendingur setji niður eina plöntu eða jarðarbúið á þessum degi og þetta eitthvað svona hugmyndafræði eins og Indíánavæðing að það sem þeir tóku frá jörðinni það vildi gefa tilbaka aftur eitthvað í staðinn og svona mér finnst þetta ekkert svona óvitlaus hugmyndafræði eða mér finnst þetta svolítið svona falleg hugmyndafræði eins og maður segir og ég er svona spekli hvort eitthvað svona grasrótarsamtök ætti að tala meira mikilvægi jarðvegsins eða hvort það eitthvað svona fræðimenn eða hvað leiðir þetta það til þess að vekja athygli á þessu? Já, spurningin sem sagt hvaða leiðir við getum farið til þess að auka fræðslu, hverjir það eru sem ætti að koma að því. Og ég held að það ætti í raun og veru að vera allir sem þú nefnir, bara það eru grasrótarsamtök og það eru fræðimenn. Þetta er náttúrulega verkefni sem að á okkar allra ábyrgð. Það er enginn sem á að sinna þessu. Við þurfum náttúrulega líka bara að svolítið sjálfa að hugleiða hlutina í svona ákveðnu samhengi og reyna bara að gera okkur grein fyrir því hvað við erum að gera. Og að þið varst að vísa einmitt til þessara síðveiðinja Indíána og það eru svo sem fleiri ættflokkar einmitt eða þjóðflokkar sem hafa gert þetta að þeir eru alltaf að gefa tilbaka til jarðarinnar. Þeir taka frá jörðinu og þeir gefa aftur tilbaka. Þetta er nefnilega það sem er algjörlega horfið úr okkar hugarheimi og okkar menningarheimi. Við tökum bara. Öll okkar ræktun byggir einmitt á því að bara fjarlægi uppskeruna og það er þess vegna sem við stöndum frammi fyrir þessu gríðarlega vandamáli í þessum stóru ræktunarkerfum sem að við erum bara hreinlega þetta er hreinlega bara rányrkja á þeim eins og þetta er og við komum ekki til með að geta haldið þessu áfram mjög lengi með sama áframhaldi. Ok, ég held að þetta sé nú flott